Já, ég var kennari og var umsjónarkennari í grunnskóla og þar fór ég að finna fyrir gríðarlegri þreytu og ég fór að fá svona þreytuköst, ég fór að tapa minni. Já, ég átta mig á því að það er ekki allt eins og það á að vera þegar ég er að keyra bíl og ég veit ekki hvert ég er að fara. Það er eins og slokkna á hausnum á mér. Ég get ekki vita hvort ég er að fara að sækja barn eða hvort ég er að fara út í búð. Þarna er mómenti sem ég veit, það þarf eitthvað að skoða þetta, ég get ekki verið svona. Ég ætlaði aldrei að lenda í þessu. Ég ætlaði bara að halda áfram. Þegar ég kemst að þetta kulnunni þá er ég bara að lesa blað og ég sé bara viðtal við konu og ég spyr á Reykjalundi er mögulegt að þetta sé málið? Þá eru þau náttúrulega löngu búin að átta sig á því, áttu bara eftir að segja mér það. Já, það skiptir mig öllu máli að komast að hjá Virk og ég skal segja þér af hverju. Af því að þar fékk ég tækifæri til þess að byrja mína upprisusögu. Ég fer að trúa því að það verði allt í góðu. Að það sé hægt að fara tilbaka. Ég var send frá Virk í sundleikfimi. Ég var send til sálfræðings sem hreinlega bjargaði lífi mínu. Ég var send í dáleiðslu. Ég var send í sjúkraþjálfun. Ég fór að trúa því að ég gæti komist tilbaka. Að ég yrði aftur í lagi og ég yrði ekki bara sjúklingur. Í dag vinn ég við sálgæslu og það er einhvern veginn, það er svo mikill sigur. Það er svo mikill sigur í því að gera það sem þið dreymdum og gera það sem þú ætlaðir alltaf að gera.